Jürgen Moltmann þýskur prófessor, doktor í guðfræði sem að hefur verið gífurlega áhrifamikill á síðari hluta 20. aldarinnar í guðfræðiumræðunni langt út fyrir mörk Vestur-Evrópu sem var að sjálfsögðu fyrst og fremst hans starfsvettvangur en hann byrjar sinn starfsferil sína kennslu í kjölfar síðari heimsstyrjaldarinnar. Hann í fangabúðum sem unglingur eftir stríðið. Hann var í fangabúðum í Belgíu og Bretlandi frá 45 til 48. Kemur þaðan ákveðin í því að læra guðfræði og síðan hann einn af þeim sem að eiga hvað mestan þátt í því að stjórna því hvert guðfræði umræðan fór upp úr 1960 þegar mikið var talað að krísu í guðfræði umræðinni. Það var mikið talað að Guð væri jafnvel dauður, sem sagt óaktúel. Það var ekki lengur aktúelt að tala Guð í ljósi þess sem hafði gerst í síðari heimsstyrjöldinni. Og þá kemur Jürgen Moltmann fram ásamt Johannesi Metz sem rómversk-kátólskur guðfræðingur en Jürgen Moltmann mótmælandi. Þá koma þeir fram með hina svokölluðu pólitísku guðfræði og leggja þar með grunninn að þeirri guðfræði sem átti eftir að verða svo áberandi í hinum ýmsu heimshlutum. Það að guðfræðin fór meira að mótast að þeim hlaðvarpa sem að guðfræðingarnir komu úr og við sjáum þetta til dæmis í Suður-Ameríku í frelsunarguðfræðinni sem er undir mjög miklum áhrifum bæði frá Moltmann og Metz og síðan í svörtu guðfræðinni, í femínískri guðfræði og síðan má lengi telja. Má sjá, þú nefndir fangabúðavistans, það mótandi þáttur sem að hefur skilað sér inn í þessar áherslur hjá honum? Ekki spurning, því að í fangabúðareynslan eins og hann vinnur úr henni, hann segir að hún hafi einkennst mjög af vonleysi, að það var mikið vonleysi sem fólk var að fást við í kjölfar síðari heimsstyrjaldarinnar og það engin tilviljun að hans fyrsta stærsta verk bók sem hann kallaði Guðfræði vonarinnar, þar sem hann kemur með vonina sem stóra kristna tema, vonina sem gefur okkur kjark til þess að fara á fætur á morgnana, til þess að takast á við lífi, til þess að reisa allavega til að byrja með vestrænu menningu úr rjúkandi rústum, byggða á kristnum forsendum. Og síðan næsta bók sem hann kom fram með og átti ekki eftir að hafa minni áhrif var Guðfræði krossins, þar sem að hann talar hitt stóra tema sem þetta eru þessi tvö stóru tema, annars vegar vonin og hins vegar þjáningin, sem hafa verið þessi stóru temu hjá honum alla götur síðan og þar sem að hann talar hina raunverulegu nálægð Guðs í þjáningunni, í vonleysinu, í sársaukanum, í hringiðu lífsins sem að einkennist svo oft af þjáningu, vonleysi, sem ávexti illskunnar. Þetta einmitt tvö temur sem hann ætlar að tala hér á landi. Hann ætlar að tala vonina í Skálholti og krossin hér í háskólanum eða hvað? Já, hann kallar fyrirlesturinn sinn sem að verður hér í háskólanum á föstudaginn klukkan 12. Hann kallar hinn krossfesti Guð, guðfræði krossins
Og það þetta stóra tema hjá honum að það í krossinum sem að við sjáum Guð á meðal okkar. Það í þjáningunni, það mitt í hringiðu lífsins sem að Guð hjá okkur. Og það kemur sem mikið mótvægi við þessa fjarlægu upphefðu Guðsmynd sem að var svo ríkjandi á fyrirhluta 20. aldarinnar. Er það ekki rétt hjá mér að þú hafir í þínum fræðum svolítið nota Moltmann eða hvað? Ég skrifaði doktorsritgerðina mína Guðfræði krossins og er að skoða hana út frá lútherskum og femínískum sjónarhorni sem að þar sem að ég nýti mér mjög mikið vinnu Moltmanns af því að Moltmann þessi miklu brautryðjandi í varðandi Guðfræði krossins á 20. öldinni, tekur þar með upp þráðinn frá Lúther. Þannig að það raunni ekki möguleiki að skrifa þetta tema öðruvísi en að nýta sér hvað Moltmann hefur gert. Fyrirlesturinn á föstudaginn, er þetta bara fyrir guðfræðinga eða heldur að eins og lýsir þessu þá er þetta nú maður sem kemur mikla þreynslu á bakinu og hefur heilmikla að miðla, heldur að aðrir en guðfræðingar hafi eitthvað að sækja? Já, ég held að aðrir en guðfræðingar hafi mikið að sækja vegna þess að ég held að það sem Moltmann gerir í sinni guðfræði er að tala inn í aðstæður okkar. Og hann að tala inn í aðstæður okkar allra sem að erum að bara að spá og spekulera í lífinu og tilverunni og hvar við finnum Guð inn í þessu öllu saman. Og þetta á föstudaginn klukkan 12 hér í aðalbyggingunni eða hvað? Já, í hátíðasal aðalbyggingar Háskóla Íslands. Takk fyrir þetta.